Komið þið sæl og verið velkomin í föstudagsþátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Við fáum til okkar góða gesti í þættinum og við kynnum þá nú bara einn svona eftir því sem að koma til okkar. En við byrjum náttúrulega á pólitíkinni eins og allir fjölmiðlar þessa dagana. Brynhildur Pétursdóttir, þingmaður Bjartrar framtíðar í Norðausturkjördæmi. Hún að láta af störfum og aðrir að taka við. Vertu velkomin. Takk. Brynhildur, ertu búin að taka til á skrifstofunni? Ertu búin að laga til? Já, ég er lengur búin að flytja mitt Havertask norður og í rauninni bara leið og kosið þá hætti ég að vera þingmaður og ný taka við, þannig ég er fyrrverandi þingmaður. Já, þannig að þetta þannig að bara strax þegar úrslit liggja fyrir að þá eru nýju þingmennir, þeir eru teknir við. Já, það gerist bara þarna kosninganótt, sko. En þá ekki eitthvað svona millibils ástand núna ef að eitthvað svona gerist í þjóðfélaginu? Þá það bara nýju þingmenn sem eru kallaði til ef það þarf að setja, hvað veit ég, lög á verkfall eða það eitthvað þessum líkt, sko. En þegar þú horfir tilbaka, þú varst þá á þingi í eitt kjörtímabil sem var þá 3,5 ár, ekki? Svona starf þingmannsins, þetta fyrst og fremst þjónustu starfið, það ekki? Þetta ekki svona valdaembætti þó að það kannski líka? Ég held að segja bara, þetta mjög mismunandi hvernig fólk lítur á þetta og eftir því bara í hvaða nefndum maður lendir og hvort maður stjórnar þingmaður eða í stjórnarandstöðu og ég held að þetta sé ekki eins fyrir neitt, sko. Ég var í fjárlaganefnd sem tók töluvert mikið tíma og var mjög gaman, en það var alveg mikið og ég var svo heppin að vinna mjög vel með eða hafa góða konu með mér í minnihlutanum sem var Oddný Harðardóttir og Bjarkey Gunnarsdóttir. Þannig að ég var örugglega meira með þeim, sko, fram að jólum, frá hausti fram að jólum heldur en mínum eigin flokksfélögum og það var bara mjög ánægilegt og gaman að hvað maður, ég komst svona að því hvað maður vinnur oft vel með bara fólki þvert á flokka, eignast góða vini þvert á flokka. Að taka við nýju starfi og að gerast þingmaður, það stundum talað að nýr þingmaður, hann sé svona 1-2 ár að komast inn í starfi sjálft. Já, það svona, sumt fer maður bara beint inn, að sumu leyti þetta bara vinna og þú bara tekur í þannig. Svo svona ýmislegt sem að maður þarf auðvitað að læra. Mér fannst eldri þingmenn reynast mjög vel, ég gat alltaf leita til eins og Steingríms Joð ef það var eitthvað sem maður var að velta fyrir sér varðandi svona hvernig hlutirnir virka. Mér fannst kannski flóknast fannst mér atkvæðagreiðslur og svona með hvaða hætti einhvern veginn breytingatillögur eru lagðar fram og það gat verið stundum svolítið flókið, en þetta lærist fljótt, en ég segi það ekki að þegar við alltaf verið að tala að það sé gott að það sé endurnýjun á þingi, þá held ég að sé líka mjög gott að það sé þar fyrir fólk og fleti sem hefur bara svona praktíska reynslu af starfinu. Þú varst í fjárlaganefnd, það svona stærsta nefnd þingsins á vissan hátt eða hvað? Já, það mjög mikið að gera í fjárlaganefnd fram að jólum. Og svo alla jafna ætti að vera rólegur eftir jól, en við vorum reyndar, ég vil meina svo heppin að við fengum lög opinber fjármál til umfjöllunar og kláruðum þau núna í fyrra, minnum mig, fyrir jól. Þannig að við eyddum líka töluvert tíma í það, en það var bara mjög áhugavert. Síðan getur í rauninni verið bara tilkennt hversu mikið að gera í nefndunum. Það var gríðarlega mikið að gera til dæmis í velferðarnefndinni undanfarið út af húsnæðismálunum, stórum málum sem fóru þar í gegn. Atvinnuveganefndin hefur á köflum haft mikið að gera og efnahags- og viðskiptanefnd út af haftamálunum. Þannig það svona ekkert alveg endilega eitthvað fyrir sig í því. En fjárlaganefndin vissulega hefur mikilvægt hlutverk. Svona eftir að hafa setið á Alþingi þetta kjörtímabil, það þín upplifun að þingmenn séu í nógu góðum tengslum við fólkið í landinu? Já, sko, ég upplifa ekkert annað en það sé bara ósköp venjulegt fólk sem á þingi sem hvað að segja, þetta ég bara í alveg eins góðum tengslu við fólki í landinu svo hver annar. Ég get ekki kannski tekið undir það að ég upplifa þarna sé eitthvað fólk sem rignir upp í nefið á
og líka núna verið að ræða þessa launahækkun sem að kjararáð setur, sem að reyndar kemur á óvart, skal ég alveg viðurkenna. Þá er líka einhver misskilningur þar sem einhvern veginn Alþingi hafi eitthvað með það að gera, einhver sjálftaka í gangi. Það er auðvitað ekki þannig. Kjararáð er algjörlega sjálfstætt og tekur sínar ákvarðanir. Hvernig sem menn ætla nú að bregðast við þessu, og ég ímynda mér nú að ýmsar sporslur svona sem alþingismenn hafa haft að menn á móti drægjur þeim og segja, hér eru launin orðin góð, þú veist, það er alls konar, ég náði aldrei almennilega utan allt það sem þingmaður raunverulega getur haft rétt á að fá greitt, En þetta er ekki beint svona 9-5 vinna? Nei, hún er það ekki, en það koma frí inn á milli. Mér finnst þetta er alveg mikil vinna, en svo þegar til dæmis jólafrí kemur, þá er mann búin að klára fjárlögin og þá kom svona fannst mér, þá gat maður alveg dregið andan. Sumafrí getur verið gott hjá þingmönnum. Það var það kannski ekki endilega alltaf á þessu kjörtímabili vegna þess að dróst langt inn í sumarið og við byrjum snemma núna í haust til dæmis. En mér fannst þetta koma svona tímabil þar sem maður var alveg á haus, svo komið tímabil þar sem maður gat nú alveg dregið andan. Þannig að það er stundum talað að þetta sé kannski ófjölskylduvænt og auðvitað geta verið kvöldfundir og annað og það er mikið skipulagsleysi og það er eitthvað sem er í rauninni hægt að breyta. En það er fullt af fólki hérna út í þjóðfélaginu sem vinnur á kvöldin og vinnur vaktavinnu, þannig að það eitt og sér finnst mér nú ekki stóra vandamálið. Mér fannst nú eiginlega vandamálið að búa á Akureyri og vinna í Reykjavík, Það fannst mér ekki fjölskylduvænt. En þegar þú svona horfir til baka, það er kannski of snemmt að spyrja svona, kostir og gallar við starfið? Já, allavega ég myndi ráðleggja fólki sem hefur áhuga á bara samfélaginu að fara út í stjórnmálin, hvort sem það er sveitarstjórnum eða á Alþingi. Og þetta er gefandi og þetta er rosalega, mér finnst þetta mikil reynsla og vonandi skilaði maður nú einhverju af sér líka. Ég myndi, ef ég væri einráð, þá myndi ég algjörlega breyta því hvernig menn vinna þarna. Við erum að eyða allt og miklum tíma í mál sem er fyrir sig að fara ekki í gegn vegna þess að ríkisstjórnin ræðir ekki við minnihlutann í upphafi þings, heldur fara fram einhverjar samningaviðræður á hlaupum í einhverjum herbergjum undir lok þings þegar allt er komið í vitleysu og starfsáætlun fallin úr gildi. Þannig að agaleysið og skipulagsleysið, það er eitthvað sem verður að laga. Að það er bara sóun á tíma, eins og ég var að segja áðan, að maður er að reyna að setja sig inn í mál. Hvað ætlum miklu tíma til dæmis í línmálið, sem var eiginlega fyrir séð að var það umdeilt að það færi ekki gegn og málin verða líka að koma betur undirbúin eða bara tilbúnari frá ráðuneytunum. Þannig að öll þessi umsagnarvinna sem við erum að taka, hún á að miklu leyti að vera búin að fara fram. Þannig að tímanum er rosalega oft ekki vel varið. Þú ert sem sagt hætt á þingi, hvað tekur við hjá þér? Það kemur bara í ljós. Nú er ég í kursum í háskóla og svo situr ég reyndar í dómnefnd fyrir nýja skrifstofubyggingu Alþingis og það er að fara að byrja í næstu viku. Þannig ég þarf að fara suður í það og svo bara nýta þess að vera á Akureyri og ganga á fjöll og fara á skíði og bara njóta þess að við höfum hérna upp á að bjóða. Brynhildur Pétursdóttir, fyrrverandi þingmaður, þakka þér fyrir að koma til okkar og við höldum hér áfram eftir smá stund og þá fáum við 2 mætamenn sem eru í karlakór og eru að halda upp á 20 ára afmæli kórsins.